Dómsmálaráðherra boðar hertari reglur námsmannaleyfi vegna mikillar fjölgunar umsókna frá löndum utan EES. Fjöldi nemenda frá Nígeríu í Háskóla Íslands hefur áttfaldast á síðustu 3 árum og fimmfaldast í hópi Pakistana. Aðgerðir sem ríkisstjórnin boðaði í húsnæðismálum láta vel í eyrum verktaka og fasteignasala svo langt sem þær ná. Nú sé komið að stjórnmálamönnum að standa við stóru orðin. Lækkun tolla og aukin viðskipti milli Bandaríkjanna og Kína eru niðurstaða fundar Donalds Trump og Xi Jinping í morgun. Á skalanum 0 upp í 10 gefur Trump fundinum 12 í einkunn. Slæmur dekkjabúnaður bíla getur haft áhrif á uppgjör frá tryggingafélögum vegna tjóns, segir sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS. 100 tilkynninga tjón á bílum hafa borist tryggingafyrirtækjum í vikunni. Sömu búningar eru vinsælir ár eftir ár á hrekkjavökunni og engin nauðsyn að þeir séu ógnvekjandi. Veðurspá morgundagsins gæti hins vegar sett strik í reikninginn. Komiði sæl. Dómsmálaráðherra stefnir á að herða skilyrði námsmannaleyfi og segir þau helsta veikleikann í útlendingamálum. Nemendum utan EES hefur fjölgað gríðarlega á undanförnum árum, til dæmis áttfalt frá Nígeríu. Ráðherrann segir í frumvarpi sem lagt hefur verið fram í samráðsgátt að vísbendingar séu að námsmannaleyfi séu nýtt sem leiðin í landið án þess að nám við íslenska háskóla sé hið eiginlega erindi. Þar af leiðandi þurfi að herða reglur þannig að þær verði þær sömu og á öðrum Norðurlöndum. Þetta eru námsleyfi sýnist mér fyrst og fremst sem eru fyrir diplómu, þar að segja styttra nám á grunnstigi. Við kennum fyrst og fremst á íslensku á grunnstigi og það eru nokkrar undantekningar þar á og það hefur verið mikil ásókn í það nám og það er ekki í raun og veru formlegt háskólanám sem þú lýkur heldur styttri diplóma. Nefnt í frumvarpinu að umsóknum námsmannaleyfi frá ákveðnum ríkjum utan EES hafi fjölgað verulega. Í tölum sem Fréttastofa fékk frá Háskóla Íslands má sjá að nemendum frá Nígeríu hefur fjölgað mest eða ríflega áttfalt frá árinu 2022. Nemendafjöldi frá Pakistan hefur á tímabilinu farið úr 22 í 117 og þannig fimmfaldast. Fjöldi nemenda frá Ghana hefur þrefaldast. Þar á eftir koma nemendur frá Filippseyjum sem voru 133 og eru nú 205. Þetta eru stærstu hóparnir utan EES auk Bandaríkjanna en þar hefur nemendum fækkað 9%. Og þetta helst í hendur við það að í Noregi voru sett á skólagjöld fyrir 2 árum og Noregur var kannski svona síðasta ríkið sem með sambærilegt kerfi á við okkur sem var ekki heldur með skólagjöld fyrir stúdenta utan EES. Þannig að þá kemur þessi mikla fjölgun hjá okkur og hefur eins og ég segi þessar afleiðingar að það stíplast bara vinnslan hjá okkur hæg og það þýðir að vinnslan hjá Útlendingastofnun verður líka hægari. Hert skilyrði námsleyfa fela einnig í sér auknar kröfur námsárangur, strangari skilyrði að lokinni útskrift þar sem lengd dvalarleyfis eftir útskrift verður stytt úr 3 árum í 1 og að viðkomandi hafi lokið BA-námi eða námi á meistara eða doktorstigi. Þá verður réttur til fjölskyldusameiningar takmarkaður. Silja Bára segir þetta hóflegar takmarkanir en tekur ekki endilega undir að háskólinn sé nýttur sem leiðin í landið. Við erum svona síðasta ríkið sem er með opin skóla og það er eitt af okkar markmiðum að vera opin og alþjóðleg. Þannig að hérna getur hver sem er sótt mörg eru farin að vinna í heilbrigðiskerfinu til dæmis eftir frekar stuttan tíma. Þannig að fólk er að koma til þess að stunda nám er okkar upplifun fyrst og fremst. Forsetar Bandaríkjanna og Kína samþykktu í dag að auka og auðvelda viðskipti milli ríkjanna. Bandaríkjamenn ætla að lækka tolla og Kínverjar ætla að hleypa Bandaríkjamönnum inn á markað með melmi. Donald Trump og Xi Jinping hafa ekki hist síðan sá fyrrnefndi tók við embættið að nýju í upphafi árs. Fundi þeirra á APEC efnahagsráðstefnunni í Suður-Kóreu í morgun hafði því verið beðið með eftirvæntingu. Tækist þeim að bera klæði á vopnin í tollastríðinu. Trump þótti fundurinn hafa gengið vel. I guess on the scale from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. Trump segir að lækka í svo kallaðan fentanyl toll úr 20% í 10% sem ætti að lækka heildartolla niður í 47%.
Á móti ætla Kínverjar að kaupa sojabaunir af bandarískum bændum og hleypa Bandaríkjamönnum í auknum mæli inn á markað með melmi, fágæt efni úr jörðu sem nýtast við framleiðslu á ýmsum hátæknibúnaði. Ekki var þó skrifað undir neitt í Suður-Kóreu í dag og því ekkert fast í hendi. Og svo sumt sem stendur út af. Hvað með eignarhald á kínverska samfélagsmiðlunum TikTok sem Trump vildi banna. Staða Tævan var sömuleiðis ekkert rædd á fundinum og ekkert virðist hafa verið ákveðið stríðið í Úkraínu. Kannski að það beri á góma næst. Trump heimsækir Kína í apríl og Xi boðið í heimsókn til Washington bráðlega. Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðastjórnmálum, velkomin til okkar. Takk. Já, Kína og Bandaríkin hafa nú á alþjóðasviðinu ekki verið neini perluvinir. Eru þeim stór tíðindi að þeir virðist ná þetta vel saman? Já, þetta vopnahlé, svo það sé nú alveg skýrt. Já. Og ef þannig má orðið komast en viðskiptadeilur, en vissulega þetta árangur. Og þarna auðvitað, forsendur þessa samkomulags og þessi til bráðabirgða, þær að hvorum sig fær það sem hann þurfti til að þetta gerðist. Og viðræður halda áfram og þar á meðal að leiðtogastigi eins og kom hérna fram á næsta ári. En við skulum halda því til haga, og það skiptir heilmiklu máli, að samkeppni Bandaríkjanna og Kína á heimsvísu, hún heldur áfram. Samkeppnum ítök og áhrif í Asíu og ítök og áhrif í alþjóðakerfin, alþjóðastofnun. Þetta verður ráðandi þáttur í alþjóðamálum á þessari öld og þetta heldur allt saman áfram. Bara svo það sé á hreinu. En þeir ætla að hittast bráðlega áfram. Gæti til dæmis samband þeirra breytt ykkur til dæmis eins og við tölum Úkraínu? Zelenský á nú að hvetja til þess, Bandaríkjaforseta í gær og fyrra dag að hann taki þetta upp, en hann bendir ekkert til þess að, hann segir að það hefur komið til umræðu, hann bendir ekkert til þess að Bandaríkjaforseti hafi beitt neins konar þrýstingi á forseta Kína í þessu máli sem miður af hverju, jú vegna þess að það almennt viðtekið að stuðningur Kína við hernað Rússa í Úkraínu hafi afgerandi þýðingu fyrir hernaðinn. Ekki vegna þess að Kínverjar látið að hafa vopn, heldur vegna þess að Kínverjar látið að hafa allskyns búnað til vopnaframleiðslu og ýmislegt sem varðar hátækni sem lykilatriði fyrir vopnagerðina og þar með lykilatriði fyrir stríðsreksturinn eins og ég segi. Þetta mun ekki breytast? Ekkert sem bendir til þess, því miður. Það allt sem bendir til þess og þetta undirstrikar það sem margir hafa verið að tala núna alveg frá því að Trump tók við embætti á einhverju stigi muni Bandaríkin snúa baki við þessu máli. En þú telur ekki líklegt að Trump muni reyna betur að sannfæra forseta Kína þetta? Varðandi Úkraínu. Það kemur kannski að því, en þetta var tækifæri sem hann nýtti ekki greinilega og það veldur að vita áhyggjum. Albert Jónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Miklar sviptingar verða á hollenska þinginu eftir kosningar þar í landi í gær. Frjálslyndi flokkurinn D66 vinnur stórsigur og bætir við sig 15 þingmönnum. Frelsisflokkur hægri mannsins Geert Wilders tapar miklum þingstyrk. Þessi tveir flokkar eru jafnir með 26 þingmenn þegar nærri öll atkvæði hafa verið talin. Hér sjáum við aðeins 8 flokka af þeim 15 sem komust á þing að þessu sinni. Hefð fyrir að stjórnarmyndarinnar viðræður taki langan tíma í Hollandi, síðast meira en hálft ár, og ekki útlit fyrir að það gangi endilega hraðar að þessu sinni. I'm very happy with this historic result for my party, the best result in our history. We've seen 2 years of negativism and a Dutch government that was not cooperating that much in Europe as we've seen before. And this brings the Netherlands back in the heart of Europe and I'm very proud of that. Ik had zelf graag een ander resultaat gezien. We zijn nog steeds de tweede en misschien zelfs de grootste partij. Dat zullen we moeten afwachten. En það nánast sama hver niðurstaðan verður í kosningunum í Hollandi. Geert Wilders verður ekki hluti af nýrri ríkisstjórn og hérna í Brussel mörgum létt yfir þessu. Það eru nú þegar 2 fulltrúar álíka flokka í leiðtogaráði Evrópusambandsins, annars vegar frá Ungverjalandi og hins vegar frá Slóvakíu og sá þriðja líklegast á leiðinni frá Tékklandi. Og tilkoma hins 4. hefði skapað enn meiri vandræði, til dæmis þegar kemur að stefnumótun í stórum málum eins og stuðningi við Úkraínu. Rob Jetten, sem nánast örugglega að verða næsti forsætisráðherra Hollands, ekki í þessum hópi.
And he and his party are probably the most pro-European on the Dutch spectrum. And so in terms, for the European Union, I think it's good news because in the European Council, there will be a Dutch representative sitting around a table that is, has, let's say, the most pro-European. He could be the most pro-European Dutch representative around the European Council table. Let's put it like this. Two lessons, I think, from the Dutch situation. The first one is that mainstream politicians, they do good if they kind of communicate the cordon sanitaire. So if they communicate before the elections, whether or not they would go into coalition with the far right. We saw this in the Netherlands that, the minute they did say they would, also the support for the far right rises. Whereas if they excluded, the numbers were going down. So people want to make their vote count. They are less inclined to vote for parties that for sure won't have a chance to come into government. So that is lesson number one. Hinlagsíðan segir Russak að flokkarnir til hægri í Hollandi tóku ekki upp stefnu Frelsisflokksins, til dæmis hvað varðar málefni innflytjenda fyrir þessar kosningar, sem nokkurn veginn það sem gerðist fyrir þær síðustu, þegar Frelsisflokkurinn vann stór sigur. Fasteignasalar og byggingaverktakar fagna húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar, ekki síst áformum áframhaldandi nýtingu séreignarsparnaðar og eflingu hlutdeildarlána. Árangurinn velti þó útfærslu og efndum. Maður átti ekki von á miklu, en þetta var miklu betra heldur en ég átti von á. En sporin hræða, maður hefur heyrt mikið frá þessum pólitíkusum áður. Húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar á að fjölga íbúðum á markaði, auðvelda fjármögnun og koma íbúðum í hendur íbúa en ekki leigusala. Ríkisstjórnin ætlar að stofna innviðafélag uppbyggingu í Úlfarsárdal, einfalda regluverk og setja fjármagn í að byggja ódýrt leiguhúsnæði. Það til dæmis að einfalda regluverk sem enda margbúið að ræða og það flækist alltaf bara. Nú á að gera byggingarleyfiskerfið stafrænt og slá af byggingarstjórakerfið. Byggingareftirlit verði á höndum skoðunarstofa, ekki byggingafulltrúa. Hlutin eru lengi að fara gegnum skipulag og það til dæmis að við sem að byggjum íbúðirnar ráðum ekki í fjöldanum. Það er alltaf verið að tala um að það sem er í boði í dag sé svo stórar og dýrar íbúðir. Það nú bara þeir skipulagi sem við byggjum eftir þannig. Vignir segir líklegt til lækkunar að hraða skipulagsmálum. Það kostar að eiga lóð og geta ekki byrjað að byggja á henni. Vignir bjartsýnn á einföldun byggingareftirlits. Hann tekur hins vegar fréttum hraðari uppbyggingu íbúða í Úlfarsárdal með fyrirvara. Ég held að Framsókn sé búin að lofa okkur mörg þúsund íbúðum í gegnum tíðina sem aldrei verið byggðar. Ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán verður fest í sessi. Meira fjármagn fer í hlutdeildarlán og skilyrðin verða rýmkuð. Síðan ætlar ríkisstjórnin að birta vaxtaviðmið svo bankar geti áfram veitt verðtryggð lán. Nýting séreignarsparnaðar hefur helst gagnast tekjuháum en efnt verður til samráðs svo fleiri geti nýtt sér úrræðið. Þetta hefur við verið í limbói með núna nokkur ár að þetta hefur ekki endilega staðið til að framlengja og svo hefur það verið gert á síðustu stundu þannig að það mjög jákvætt að það sé núna að festa það í sessi. Þá Mónika ánægð með að skilyrði fyrir hlutdeildarlánum verði rýmkuð. Og það nú búið að auka framlegin úr 4 milljörðum í 5,5 og það er jákvæðar fréttir. Og það alltaf margt þetta sem var kynnt sem alltaf á eftir að útfæra betur. Þannig að það í raun og veru gerist ekki hraðar en það að við sjáum í raun og veru útfærsluna verða að veruleika. Ríkisstjórnin kynnir brátt annan aðgerðapakka. Bæði Vignir og Mónika vonast eftir frekari áherslu á að lækka byggingakostnað. Verðhækkun íbúða undanfarin ár búin að hverfa í vaxtagjöld sem eru það hæstu sem hafa verið á mínum ferli. Stanslausar hækkanir á gjöldum hins opinbera eins og til dæmis tíföldun á gatnagerðargjaldi fyrir bílastæði og svo on eins og on sko. Þá vill ríkisstjórnin að húsnæði verði heimili, ekki fjárfesting. Í því augnamiði á að minnka skattaafslátt af leigutekjum, koma í veg fyrir leiguverðshækkun á fyrstu 12 mánuðum og takmarka skammtímaleigu. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka. Hvernig metur þú þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem voru kynntar í gær? Það náttúrulega mjög mörg að taka, sumt nýtt, sumt ekki og svona heilt yfir þá horfum við á þetta tiltölulega jákvæðum augum að það margt sem er kannski betra en annað eins og okkur þykir sérstaklega jákvætt að það á að fara einfalda regluverkið, þá að styðja við framboðshliðina
sem vonandi þegar við horfum svona lengra fram í tíman dregur það úr þessum ofboðslegu sveiflum sem hafa einkennt fasteignamarkaðinn á Íslandi undanfarin ár og áratugi. Það sem að svona stærsta máli fyrir okkar bæjardyrum sé, þá mjög áhugavert að sjá ríkisstjórnin að taka svona markviss skref í það að ætla að allavega að fasa út verðtrygginguna, en á sama tíma virðast að vera meðvitið það að það ekki hægt að kippa nú sambandi alveg strax, að þetta þarf að gerast í skrefum og þar kemur inn þetta vaxta viðmið sem að mjög jákvætt og dregur þá vonandi að einhverju leyti úr þessari óvissu sem hefur verið núna á lánamarkaði. Nú, íbúðalánamarkaðurinn hefur verið frosinn og það eru margir sem hafa lýst yfir áhyggjur á þeirri stöðu. Já, hvernig metur þú í rauninni það út frá þessum aðgerðum? Maður vonar auðvitað að þetta vaxta viðmið sem núna ríkisstjórnin og síðan að vinna í samstarfi við Seðlabankann, að þetta geti þá eitthvað aukið fyrirsjáanleika, en það hins vegar mjög erfitt eins og sakir standa að segja til hvaða áhrif verða nákvæmlega, af því að það ennþá bara svo ofboðslega mikið lagaleg óvissa sem við stöndum frammi fyrir. Óvissu, þetta ennþá uppi. Já. Nú, Íslandsbanki kynnti í dag nýlánakjör og ætlar að gera hlé á öllum verðtryggðum lánveitingum. Þannig að spyrjum við ykkur hjá Arion banka, ætlið þið að draga úr framboði á verðtryggðum lánum líkt og Íslandsbanki tilkynntum? Þetta bara allt í skoðun núna innan bankans og það verður bara tilkynntulega niðurstaða liggur fyrir. Hvað finnst þér líklegt? Það kannski fullsnefnt að ég fari að tjá mig það hér, en það hafa þetta allir lánveitendur brugðist við að einhverju leyti og við sjáum að í mörgum tilfellum að það hefur verið takmarka aðgengi að verðtryggðu lánsfé. Þannig að það kemur bara í ljós á næstu. Já. Erna Björg Sverrisdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Nú, 100 tilkynninga tjón á bifreiðum hafa borist tryggingafyrirtækjum í vikunni. Sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS segir slæman dekkjabúnað geta haft áhrif á uppgjör tjóns. Fjöldi ökumanna hefur lent í vandræðum undanfarna daga vegna slæmrar færðar víða land. Á höfuðborgarsvæðinu voru talsverðar umferðartafir í dag vegna klakabunga og snjóþekju. Ökumenn kepptust við að fara með bíla sína í dekkjaskipti og höfðu langar raðir myndast fyrir framan dekkjaverkstæði snemma í morgun. Á 400 tilkynninga tjón á bílum hafa borist tryggingafyrirtækjum frá því á þriðjudag. Við erum komið með vel yfir 100 tilkynningar og við vitum það að þeim á eftir að fjölga. Og þetta í raun og veru rúmlega 3 sinnum miðað við hefðbundna dag ef við tökum inn í þessa tímalínu af því að tjónin koma ekki samdægurs til okkar. Þannig að það mjög mikið og þetta eru á bilinu 200-300 bílar sem hafa komið inn til okkar tjónaðar. Tjón séu allt frá því að vera smávægilegt nudd til altjóna. Helstu orsakir séu veðrið og slæmur dekkjabúnaður. Verið haft áhrif á þegar að til uppgjörs tjón kemur, hvort að þú ert á sumadekkjum að vetri til eða ekki og við vitum alveg að naglarnir mega fara undir 1. nóvember samkvæmt dagatalinu. Lögreglan er löngu búin að gefa út að þeir komi ekki til með að sekta fyrir það ef að fólk var að fara fyrr og vetrardekk eru ekki bara naglar. Að fara út í vetrarfærð á sumardekkjum geti reynst kostnaðarsamt. Það sýnir sig bara tölfræði núna þessa daga að vanbúinn bíll á lélegum dekkjum hefur haft ótrúlega mikið að segja og það langar engum að lenda í tjóni, hvað þá að slasa sjálfa sig eða aðra. Undirbúningur fyrir hrekkjavöku á lokametranum allt land og víða mikið á sig lagt. Sumir hafa jafnvel lagt í langferð til þess að finna rétta búningin fyrir annað kvöld. Vinsældir hrekkjavökunnar aukast ár frá ári og á morgun stóra kvöldi þar sem krakkarnir ætla að hlaupa í búningum og heimta grikk eða gott. Nú fyrir hver að vera síðastur að næla sér í búning. Mér skilst að hjá stelpunum séð að hún Wednesday með sína svörtu lokka sem sé vinsælust og hjá strákunum séð að svo gamli góði Scream karakterinn sem sé vinsælastur. Vilja allir vera einhvern veginn svona hræðilegir eða má líka vera bara bangsi? Það bara mjög mismunandi. Það eru margir sem fara bara í sína búninga. Sem eru bara gamlu öskudagsbúningarnir og sömu og voru notaðir í febrúar, mars. Vinsælustu búningarnir klárast vanalega snemma sko. Hversu mikið fyrir? Tveim vikum. Já, þannig maður þarf að hugsa þetta alveg svona meir en 2 vikum áður. Ég myndi gera það. Ert þú að fara að leita þér hrekkjavökubúning? Já. Hvað langar þið að vera? Mér langar að verða bara, mér alveg sama hvað ég verð, en mér langar að verða svona ekki svona sem í myndið eitthvað, bara svona alls konar. Hvað langar þið að vera?
Svona með nornahatt. En verður ekki hrædd á Reykjavíkunni? Er þetta ekki svolítið hræðilegt sumt? Já. Hvað finnst þér mest hræðilegt? Þegar þau eru í búning og verða í svona einhverjum rosa hræðilegum grímum og eitthvað. Eru þið að koma langa veg? Já, við erum að koma alla leið frá Neskustad. Til þess að kaupa Reykjavíkudót? Já, svona meira kannski að njóta í vetrarhríinu en þetta var stór partur af því. Og verslunareigendur hafa gerst sífellt djarfari með árunum í að panta grassker því að gjarnan hafa foreldrar gripið í tómt en það virðist hafa tekist ágætlega til í ár þar sem að enn eru allavega til nokkur stykki. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, svo er spáð hlýjundu með roki og rigningu og mikilli hálku. Er óhætt fyrir börnin að vera á ferðinni? Það er spáð hvössviðri, stormi og hálku á morgun. Þannig að það er útlit fyrir að verði mjög hvasst og rigning víðast hvar á landinu og fyrir fólk, bæði börn og fullorðna er kannski ekki rétt að vera mikið á ferðinni. Vissara þá að vera með mannbrota og fara varlega. En já. Já, en hvenær lagast þetta svo? Hverju spáir þú svona morgundagurinn og kvöldið og... Það hafa verið gefnar út viðvaranir út af vindi og hláku og rigningu og þau taka fyrst gildi á suðaustanverðu landinu klukkan 6 í fyrramálið og færast svo vestur eftir landinu og síðustu viðvaranirnar eru að falla úr gildi á laugardagsmorgun. Það hérna allra vestast en þær byrja að falla úr gildi allra austast seinnipartin á morgun og annað kvöld. Þannig að þetta er bara þannig að það eru allir vegfarendur þurfa að fara varlega á morgun, sérstaklega. Já, það er vissara að fara varlega. Losa frá niðurföllum. Losa frá niðurföllum, svo eru snjóhengjur á fullt af húsþökum, þannig að þær getur farið að stað þegar að fer að þiðna. Og eins er rétt að fara bara varlega í þessari hálku. Það verður glerhált þar sem er snjór og snjóþekja á öllu suðvestur hluta landsins og víða fyrir norðan líka. Kristín Hermannsdóttir, þú fer nánar yfir þetta strax að loknum íþróttum en takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur í bili. Nú í Kastljósi kvöldsins þá verður rætt ofbeldishópinn 764, hvaða aðferðum hann beitir til að ná taki á ungmennum og hvað foreldrar geta gert og hvar liggja mörkin á milli þess að styðja börn á stafrænum vettvangi og að brjóta á friðhelgi einkalífs þeirra. Þetta og margt fleira verður í Kastljósinu í kvöld. En nú ætlum við að líta hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Fyrsta umferð bikarkeppni kvenna í handbolta fór að mestu fram í gær. Eini úrvalsdeildarslagurinn var á Akureyri þar sem KA Þór og Selfoss mættust. Patrekur Jóhannesson er hættur sem þjálfari kvennalið Stjörnunnar í handbolta. Liðið hefur tapað öllum 6 leikjum sínum í efstu deild og datt út fyrir neðri deildarliði í bikarnum í gær. Við kíkjum einnig á úrvalsdeild kvenna í körfubolta í íþróttum hér eftir augnablik. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Dómsmálaráðherra boðar hertari reglur námsmannaleyfi vegna mikillar fjölgunar umsókna frá löndum utan EES. Fjöldi nemenda frá Nígeríu í Háskóla Íslands hefur 8-faldast á síðustu 3 árum og 5-faldast í hópi Pakistana. Aðgerðir sem ríkisstjórnin boðaði í húsnæðismálum láta vel í eyrum verktaka og fasteignasala svo langt sem þær ná. Nú sé komið að stjórnmálamönnum að standa við stóru orðin. Lækkun tolla og aukin viðskipti milli Bandaríkjanna og Kína eru niðurstaða fundar Donalds Trump og Xi Jinping í morgun. Á skalanum 0 upp í 10 gefur Trump fundinum 12 í einkunn. Slæmur dekkjabúnaður bíla getur haft áhrif á uppgjör frá tryggingafélögum vegna tjóns, segir sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS. 100 tilkynninga tjón á bílum hafa borist tryggingafyrirtækjum í vikunni. Sömu búningar eru vinsælir ár eftir ár á hrekkjavökunni og engin nauðsyn að þeir séu ókveikjandi. Veðurspá morgundagsins gæti hins vegar sett strik í reikninginn. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komum það íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af er þessum degi og vonum að þið hafið það sem best. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld, Dagur í lífi.
Íslensk þáttaröð í 8 hlutum. Einlægar og opinskáar frásagnir fólks sem býr við aðstæður í daglegu lífi sem eru ólíkar öllu sem flestir eiga að venjast. Úr viðjum, norski spennuþættir mann sem losnar úr fangelsi eftir 8 ára afplánun. Hann fullur af hatri og staðir á henni að ná fram hefndum með því að knésetja stærsta hassinnflytjanda Noregs. Þau sem ekki fóru, Those Who Stayed, úkraínsk leikinn þáttaröð. Sagðar eru 6 ólíkar sögur þeirra sem ákvaða að verða eftir í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, þegar flestir flúðu eftir innrás Rússlands í febrúar 2022. Þú veist hvers vegna þú hérna, eða ekki? Það hrekkjavakafólk, hvað að ykkur? Þetta var skelfilegt. Og þú ert með eitthvað hérna, Birta, eða? Já, hérna ég, er ég? Já. Í tilefni af hrekkjavöku verður úrval hrollvekjandi þátta og kvikmynda á dagskrá og í spilara RÚV, þegar þú þorir. Get away from me! Láttu þér bregða með RÚV á hrekkjavökunni. Varstu hræddur, herra Sítróna? Nei. Wow! Það virkar! Hrekkjavakan verður hræðileg á RÚV. Movie's gone over! Game! Ég elska hrekkjavökuna. Ég líka. Þetta bara ég. Hvað þetta? Betra grip. Hindu, sko, þetta allt annað. Þetta nú ekki algjör óþarfi? Nei, þú hefur betra tak á þessu svona. Hindu, manniska. Þetta bara eins og snæri. Þetta snæri, já. Þetta svo ljótt. Af hverju þarftu alltaf að vera svona önug þegar ég að reyna að gera hluti til að bæta líf þitt? Felix og Klara, sunnudag á RÚV. Ég á ströndinni? Nei, ég í Bíkó. Plus. Skráðu þig í Bíkó Plus.